Komið í sæl og velkomin í þessa umfjöllum. Við ætlum að kafa ofan í hreint útsagt ótrúlega sögu. Við erum að tala um listrænar fórnir, algjöra höfnun og svo að lokum stórkostlegan sigur. Til að byrja með drögumst við djúpt inn í flókin skáldaðan heim, en svo skellumst við aftur tilbaka út í ískaldan kerfislegan veruleikan okkur. Jæja, vindum okkur beint í þetta. Ok, við verðum að byrja á því að ræða nákvæmlega það sem knýr þessa frásögn áfram. Það er þessi magnaða myndlíkung hérna, Úróborus. Fyrir þau okkar sem ekki vita, þá er þetta fronttákn af ormi eða dreka sem er bókstaflega að bíta í sitt eigið skott. Vera sem neytir sjálfra sinn til að lifa af. Og þetta er engin tilviljun. Þetta tákn er lykillinn að því að skilja hugan sem við erum það bíla heimsækja. Sjáuð bara þessa tilvitnun. Hún setur sviðið fullkomlega. Við erum núna stöddin í huga 90 ára gamals manns, hann situr í almenningaskarði, sólin er að setjast og hann horfir tilbaka yfir ævi sína. Þetta er maður sem hefur fórnað nákvæmlega öllu. Við erum að tala um ástina, fjölskylduna, allt eðlilegt líf í samfélaginu. Og fyrir hvað? Einungis fyrir listina. Hann finnur að dauðinn nálgast, en finnur hann til eftirsjár? Nei, alls ekki. Sköpunarþörfin var svo yfirþyrmandi að þetta var hrein og bein sálarfórn. Þessi skáldaða aðalpersóna gengur svo langt að bera baráttu sína saman við Sísifos, við þekkjum mörg þá sögu að velta steininum endalaust upp fjallið og hann líkir þjáningu sinni við einangrun tónskáldsins Paganini. Maðurinn valdi bókstaflega algjöra tilfinningala uppþjörnun. Hann dró sig í hlé frá öllum mannlegu, hendi öllum veraldlegum gæðum út gluggan bara til að geta skilið eitthvað ódauðlegt eftir handa framtíðinni. En við gætum spurt okkur, hversu miklu ákastaði hann eiginlega? Þessi tala hérna sýnir stærðagráðun á afrekinu. 366. Þetta er fjöldin á sjálfstæðum smásögum sem þessi maður skrifaði. Nákvæmlega ein saga fyrir hvern einasta hugsanlega dag ársins. Meira segja hlaupastak, þetta krafðist bókstaflega hvers einasta dropa af hans andlegu orku. Og þá sjáum við hvernig þetta risavaxna ævistarf er uppbyggt. Við erum að skoða 12 binda safn sem ber titilinn Rósvindana. Hvert bindi tekur innblástur beint frá vindarós Aristótelesar og markmiðið er að fanga alla mannlega reynslu alveg í kerfispundið en takið eftir þessum neðsta atriði. Allt þetta gífurlega verk nær sínum algjöra hápunkti í allra síðustu smásögunni sem heitir einfaldlega Hinn eitraði Úróborus. Vá, svakaleg uppdýsing. Við loka ævinnar horfist gamli maðurinn í augu við dauðan með ótrúlegu æruleysi. Honum fannst sjálfseyðingu vera algjörlega þess virði. Af hverju? Vegna þess að hann var ekki að skapa fyrir fjöldan. Hann var að búa til eitthvað djúpt, eitthvað ætlað hugsandi fólki sem hlustar. Eins og hann segir sjálfur, ef listin höfða til allra, þá er það eiginlega bara pottþétt merki við miðlungsmennsku. En núna kemur algjör kúvending í sögun okkar. Þessi djúpa speki frá deyjandi snillingi, hún er í raun ekki til. Hún er algjörlega skálduð af ungum höfundi í okkar raunheimi 27 ára gömlum gæja sem heitir Stefán Morell. Allt sem við höfum rætt hingað til var einfaldlega innihaldi í bókinni hans. Sjáið andstæðurnar hérna. Og þá erum við mætt í okkar raunveruleika, nánar tiltekið 1. apríl árið 2024. Við kýpum burt tjaldinu og sjáum Stefán Morell þar sem hann bíður spenntur eftir niðurstöðum Úsefdám-verðlaunanna. Þau eru eitt virtasta bókmenntaverðlaun sem getur og smásagan hans, Hinn eitraði Úróborus, eru auðvitað tilnefnd. Hérna stangast listrænt meistaraverk loksins á við kaldan raunveruleikan. En sjáið þessa niðurstöðum. Þetta er eiginlega ótrúlegt. Stefán Morell lendir í allara næsta sæti. Algjörlega reki lettina og þetta gerist þrátt fyrir að verkan sé kílómetrum á undan hinnum tilnefningunum hvað var þar heimspekilega dýft og stíl. Sigurvegarinn var einhver Hervé François, svo maður spyr sig ósjálfrátt. Hvernig í ósköpunum getur dýfsta verk kynslóðarinnar lent á botninum? Jæja, ástæðan fyrir þessu vakti vægast sagt upp mikla reiði. Þetta var sko engin umræðum gæði, þetta snirst allt skrifræði og regluverk. Nefndin hreinlega valdi míðlungsverk sem voru skrifuð á ensku fram yfir þetta franska meistaraverk Morells. Tungumálið eitt og sér næfi til að dæma þessa snildu úr leik. Það er eiginlega fáránlegt, eða hvað? Skoðum þetta aðeins nánar. Nefndin dæmdi bókina í raun og veru bara eftir kápunni og tungumálinu. Og það sem er næstum því grátbroslegt er að þau skildi ekki einu sinni titilinn. Þau heldu að Úróborusin ætti að vera bókstaflega eitraður. En skáldið Morell vissu auðvita að ef ormirinn hefði verið á ballmenn, þá hefði hann drepist við allara fyrsta bit í sitt eigið skott. Nefndin var svo gersamlega föst í yfirborðsmennsku að hún misti alveg á snildinni. Svo hvað gerir Morell?
Þessi tímalína sýnir magnaða þróun. Eftir að hafa tapað verðlaununum núna í apríl ákveður hann að svara fyrir sig og hann gjörsamlega mölbrýtur kerfið. Við sjáum atburðarás sem breytir honum úr höfnuðum listamanni yfir í alþjóðlegan risa sem endur að því að vinna stærstu verðlaun heims. Og þetta næsta skref hans var alveg fordæmalaust. Stefán var svo gífurlega ósáttur við þetta formgalla bull í kerfinu að hann tók stjarnafræðilega stóra ákvörðun. Hann fór og afsalaði sér ríkisfangi sínu. Fullkomlega. Hann gerðist apatríð sem þýðir einfallega að hann var ríkisfangslaus maður. Hann neitaði að tilheyra nokkru kerfi eða ríki sem myndi hefta list hans með einhverjum reglugerðum. Hér erum við að komast að snillinni í þessu útspili. Með því að henda þjóðerni sínu sneri hann þessari tungumálahöfnu nefndarinnar algjörlega á haus. Hugsanagangurinn er þessi. Ef maður hefur ekkert heimaland, þá hlýtur hann náttúrulega að eiga jafnan rétt til alla tungumála heimsins, ekki satt? Þetta var hans leið til að gjörsamlega hafna samfélags sáttmála, sem gat ekki borið kennsla á raunverulega gæði. Sem leiðir okkur að loka sigrunum, og hann er stórkostlegur. Landið sem uppaflega hafnaði honum vegna kerfiskalla misti þar sénsinn á að fá nafn sitt í sögubækurnar. Í staðinn vinnur Stefán Nóbelsverðlaunin í bókmenntum algjörlega á eigin forsendum. Hann slær ránar 2 met í einu. Hann verður bæði yngsti Nóbelsverðlaunahafinn fyrr og síðar og sá allra fyrsti sem er án nokkurs ríkisfangs. Svo þegar við drögum þessa rýna okkar saman, stöndum við uppi með eina virkilega áhugaverða spurningu. Er virkilega hægt að ramma sanna snild inn með einhverjum reglugerðum og landamærum? Saga Stefáns Morell sannar eiginlega að raunverulegur sköpunarkraftur lætur hvorki tungumál né skrifræði stóða sig. Hann hreinlega tilheyrir öllum heiminum. Takk kærlega fyrir að kafa ofan í þessa makalausu frásögn með mér. Við heyrumst fljótlega aftur í næstu umfjöllun.